Góðan og blessaðan daginn, gaman að hafa ykkur hérna með mér í dag. Nú ætla ég að vinda mínu kvæði í kross. Ég var hérna með hana Sigríði Björk ríkislögreglustjóra í síðustu viku þar sem við vorum að ræða skipulagða glæpastarfsemi. Ég leiði mér nú að velta því upp hvort að lögregluumdæmin ættu ekki að vera svona mörg eða bara eitt og hvort að það var einhver leið meðal annars að löglega fíkniefni gegn skipulagðri glæpastarfsemi. En þið getið séð það hérna á síðunni minni, þáttur sem var í loftinu fyrir viku síðan. En nú erum við kannski svolítið komin í grunninn. Ég búin að fá hana Möggu Pálu. Má ég ekki bara kalla þið Möggu Pálu? Ég kallaði mig Möggu Pálu. Já. Ef að fólki líka við mig þá gerir það Já, og mér líka svo sannarlega við þig. Yndislegt að hafa þetta hjá mér. Og Takk mig fyrir boðið. langar að ræða börn og skóla. Og kannski vegna þess að það hefur verið svo mikið umræðinu núna stöðu drengja í skólakerfin okkar og þeir finni sér síður og við séum að ná bara lakari árangri með drengi í skólum sem auðvitað opinberlega sorglegt og upplýsingarna sýna okkur það að því miður þá staða barna í skólum ekki jöfn. Ég á 2 drengi, þeir segja reglulega við mig að þeim finnst skólinn hafi verið hannaður fyrir stelpur og þeim finnst ekki jafnrétti í skólanum og það sorglegt að heyra það. Magga Pála, nú hef ég nokkru sinnum haft tækifæri til að hitta þig, hlusta á þig, halda fyrirlestra, heimsækja skólana þína og ræða við þig skólamál. Og ég hugsaði þegar ég fór að velta fyrir mér að taka þetta mál að þú væri manneskjan sem ég vildi fá og heyra eins því að ég man á sínu tíma þegar þú byrjar með þína stefnu. Þú ert höfundur hjallastefnuna fyrir þá sem að kunna að vita það ekki. Þar sem að þið voru svolítið að fjalla kynin frá ólíku sjónarhorni og beita ólíkum aðferðum. Ef við kannski að byrja á því bara og segir okkur örlítið frá því hvað hjallastefnan og hvað fekk þig til að stofna eitt stykki skólastefnu hérna upp úr aldamótum? Skólastefna var nú tóm tilviljun. Já. Ég var að raða saman og prófa áfram einhverja lausnir á sviðum sem ég sá og vissi bæði af eigin reynslu og af rannsóknum annara og slíku að voru hérna ekki með nógu góðu lausnir. Ég var bara að hanna svona lausnir og sem að enduðu með að raða saman í heila skólastefnu. Já. Og kynjaþátturinn er partur af en eins og þú veist náttúrulega margt fleira líka en einbyttum okkur að kynjaþættinum. Já. Bara drengirnir segja, já er þetta ekki að saman hanna fyrir stelpurnar. Veistu það að 5 ára stúlkur og 6 ára komnar inn í grunnskólan, þær eru tilbúnar í hvað sem er. Þær eru með hana skólaþroska sem að má nefna. Það samhæfing augna og handa og það er bara ákveðin svona vitsmunafærni, samskiptafærni, orðanotkun, málþroski. Vá, þær eru svo flinkar í þessu. Þannig eru þær á undan drengjum. Okay. 1,5 ár. Og þetta það svona mikið? Já, þetta búið að vera vita lengi og náttúrulega verið að tala meðaltalsrannsóknir en tilhneigingin skýr. Okay. Og ég held að allir sem hafa komið nálægt starfi með svona síðasta ár leikskólans upphaf grunnskólans, þessi mikilvægu gatnamót, að ég held að fólk kynki bara kunnáttusamlega kolli því við sjáum þetta. Já. Þannig að skólafærnin sem farið fram á afstælpunum, þær eru komna með hana alla. Og stundum meira en það og stundum mætti vera meiri kröfur á stúlkur en skólinn oftar að feta þetta vandrataða einstigi meðaltalsins og meðalvegsins en drengirnir eru ekki tilbúinir fyrir það. Þeir eru ennþá í miklu meiri leikgleði, þeir hafa meiri hreyfiþörf, ekki það stúlkur hafa líka hreyfiþörf, ég ætla nú algjörlega að minna á það, en þeir hafa ekki þessa einbeitingarhæfni til að sitja eins lengi og stelpurnar geta gert og verið mjög ánægða með og þeir eru meira sjálfstæðir, þeir eru oft meira bara í frumkvæðinu sínu, spenntir og áhugasamir og bara hlaupa út undan sér ef eitthvað spennandi kemur upp á sjóndeildarhringinn og minna þær eru svona einbeittar konur, farnar að vanda sig og vita þær ætla að standa sig. Þannig þau eru að fá kröfur sem að passa stúlkunum oft betur, mörgum drengjum mjög illa. Það er alveg hárrétt, þú getur bara sagt hérna drenginu þínum að kona sem er búin að vinna með börnum í áratugi og ennþá að fylgjast með börnum, geti staðfest að margir drengi þeir eru ekki að passa vel inn en mælingar sína samt Bryndís að strákarnir eru að mælast með miklu meiri athygli, þeir fá miklu meiri tíma hjá kennaranum, þeir taka mesta plássið og útisvæðum og svona en það er svo oft neikvætt
dóttursonu minn sem var í skóla í Mosó, fjölskylda mín býr þar og hann sagði einhvern tíma við mig þegar hann var bara eitthvað, hann var ekkert mjög stór, 11-12 og hann sagði, skipti bara engu máli hvað gerist í bekknum, bara kennarinn, hún skammar okkur alltaf okkur strákana, alveg saman hvað stelpunna gera, við erum alltaf skammaðir. En það ekki, þær eru þá bara lævísari með það sem að þær eru að gera af sér og það ekki jafn áberandi? Það bleikast líkan hjá stúlkum og konum, en þetta tilfellið og ég hef séð þetta hvað athygli drengjana oft neikvæð. Af því við erum ekki að fara inn í þetta af þeirra hálfu. En hvað, nú í þinni stefnu, þá tókst þú kynina þessi sundur, eða í hluta dagskránar og og ég man nú að það var svolítið gagnrýnt á sínum tíma og ég verð að viðurkenna, ég var ein af þessum móðum sem eignast mitt fyrsta barn árið 2000 og ég var rosalega upptekin af því að ég ætlaði sko ekki að ala hann upp eins og einhver stelpu, ég ætlaði ekki að setja hann inn í eitthvað box, en svo sá ég hann að hliðin á frænda sínum á sama aldri og ég áttaði mig á því að þau voru býsna ólík. Var það ekki? Þau voru nefnilega mjög ólík og en hvað var það sem að þið eruð og hafið verið að gera með hjallastefnuna? Hvernig vinnið þið með kynin með ólíkum hætti? Númer 1, þá erum við búin að læra það, því þegar ég byrja á leikskólastiginu að það voru engar rannsóknir eða reynslu erlendis frá með þetta skólastig, en við sáum bara leið að þótt að við vildum gefa kynjunum algjörlega sömu tækifæri, það var sama umhverfi og sama magna kennurum og öll faraðu í samskona verkefni og annars slíkt, að við sáum bara einfallega að stúlkurnar þurftu miklu meiri hvatningu og stuðning á ákveðnum sviðum við að æfa kjarkinn sinn, við að tala upphátt, við vinkonu í staðan fyrir að pískra á bak eins og það sagði sem við kunnum stundum konur. En hjá drengjunum var alveg augljóst að bæði þurftu þeir mjög skarpan og agaðan ramma, en við þurftum líka að mæta því að þegar að mæta þessari áhuga þörf þeirra á aksjón og fjöri og hreyfingu, þannig þóttum við værum að vinna með sömu þættinni sjálfu sér. Tökum sem dæmi bara að taka fyrir 2 kennara með sitt hvort kynið, eins og bara tökum 5 ára sem dæmi, að það var verið að vinna kannski einhverjum stóru fönduverkefni á báðum stöðum. Stelpunnar alveg töluðu endalaust þetta og alltaf svona spjalla sín á milli og kannski hjálpast aðeins að eitt stórt myndverk á meðan strákarnir svona rubbuðu einhverju af og svo þurftu að hoppa og hlaupa eitthvað og svo bara komuður aftur og héldu áfram og svo allt inni voru þeir bara farnir í staðin fyrir að skapa myndverkið þá voru þeir farnir að búa bara til leik úr þessu öllu saman. Tóku rauða litin og bara og minn kom hérna á þotunni og hann lendi á þínum og skilurðu. Maður er svona æslagangur í kringum allt. Og með þetta sama gildir þegar við eru 6 ára, tökum bara þetta formlega nám sem dæmi, að stelpunnar, þær hafa yfirleitt áhuga í svona lengri sessjónum, þær eru 20 mínútur fyrir stúlkur að vera í einhverju einbeittar í einhverju næðisverkefni, ekkert mál fyrir þær, jafnvel hálftími og það ráða náttúrulega alltaf hjá okkur. Þau geta legið á gólfinu eða setið upp á borði. Já, það er nú kannski eitt sem við þurfum að ræða sérstaklega. Það er mjög áhugavert, en fyrir ekki halda áfram. Já, en fyrir strákana ofta eftir 10 mínútur, þá bara finnur kennarinn, bara ups, nú er þolinmæðin þrotin, athyglin að fara og þá bara farið út og hlaupin hringum skólan eða eitthvað og þá eru þeir alveg til í að halda áfram. Skilurðu? Þá eru stelpunnar kannski búin að búa til svona kannski 3 litla hópa inn í stofunni í ólíkum líkamsstellingum og þær eru að spjalla það sem er að gera og bara svaka gaman hjá þeim. Og þá kemur kraftaverkið. Drengirnir, þegar þeir þurfa bara að fara út að hoppa og skilurðu, venjulega hefur þeir farið að trufla þá stúlkurnar og það hefur orðið pirraðar. Já, ef þau verður saman í rými. Og strákarnir hefur orðið pirraðir af því að stelpunnar verða alltaf samanburðinu þeirra. Þeir endast ekki eins lengi, þeir eru ekki eins prúðir, þeir eru ekki með þessa dásamlegu samhæfingu að teikna og skrifa og gera allt þetta sem á að gera. Og þá finna þeir sér vanmáttuga og þegar við erum vanmáttug, þá bregðumst við yfirleitt við með mótþróa. Þetta er bara uppskriftin, kíktu inn í skólastofur og ég veit að þetta er mikið áhugamál hjá þér. Þetta, við bara sjáum þetta. Og núna nýverið var samstarfskona mín
hún Hildur sem er við skólastjórun, hún er skólastjóri í Hafnarfirði, barnaskólanum þar og hún var bara að leggja fram bara tölulegar staðfestingar á að það er ekki mælanlegur munur á árangri drengja og stúlna í lestri hjá henni og hjá okkur. Nákvæmlega, þetta var einmitt næsta sem ég ætlaði að spyrja þið út af því nú erum við að sjá þetta í könnunum að drengjunum okkar er ekki að ganga nógu vel í skólakerfinu og það er alveg augljóst, þetta er búið að koma fram í könnun eftir könnun og þá hljótum við að þurfa að bregðast eitthvað við. Þess vegna var svo áhugavert að heyra þetta innan úr hjallastefnu skóla að þið sjáuð ekki mælanlega mun á milli kynjanna sem að sést gegnum gangandi í öðrum skólum. Já. Og þú væntanlega þakkar því að þið eru að beita öðrum aðferðum. Kynjaskiptingin er í mínum hluta stór hluti af því. Já. En eins og þú sagði réttilega í byrjun, við erum með stúlnahópa og drengjahópa við ákveðna aðstæður. Já. Þau hittast líka og vinna saman og allt þetta. Já. En með að geta notað, við köllum þetta bara kynjanálgun. Já. Að geta notað aðferðir sem við sjáum að er að virka fyrir alla í hópnum okkar. Af því að drengir eru líka ólíkir og stúlkur eru ólíkar. En skilurðu, þú ert ekki með allan kvarðan. Af því að þessi tveir hópar skarast, en þú ert búin að taka svo mikið af þessari gríðarlegu breidd sem er svo þung í hópnum og með þessari kynjanálgun og ég segi hans að hika orðið, ég er orðin svo gömul og frökk, að hvaða leið skólar fara til að vinna með kynjabreituna, það er bara auðvitað verkefni hver skóla, en það verður að nefna þetta uppátt. En þá, þegar þú nefnir það, þá erum við svolítið komin á þann stað í umræðinu núna þegar við tölum kynin, þar að segja stelp og stráka eða kallar og konur, að þá erum við að tala býtu en það eru til fleiri kyn og fólk oft ertu með drengi sem að kannski að mörgu leyti hegða sér meira eins og stúlkur, hvað svo sem kemur í ljós síðar með þeirra kyn. Hvernig vinnið þið með það? Já, þetta er nefnilega svo dásamleg spurning og verandi gay sjálf að þá er þetta svo mikið áhugamál hjá mér og sko á leikskólastiginu ertu samt sem áður, þá ertu alltaf að vinna með 2 box vegna þess að þau eru á þessu stigi bara hugsunar. Heilaþroskinn er ekki komin lengra en það að þau sjá alltaf annarkvort eða. Þau ráða ekki við abstrakt hugsun eins og það að kyn sé kvarði. Og þetta er svo merkilegt, þau eru ekki nema fárra mánaða þegar þau eru byrjuð að sortera allt í kvenkyns karlkyns. Ég hélt að þetta væri sko uppeldislegt. Svo áttaði ég mig á því sem foreldri að það er örugglega eitthvað uppeldislegt svona samfélagslega en það er líka eitthvað sem er meðfætt. Já, ég afneita hvorugu, ég held að bæði spili sterkt inn en þetta að 4, 5 mánaða barn sé farið að flokka sem sagt hluti og fólk og raddir sem sagt í ólík box eftir því hvort kynið það telur það vera. Og 4 ára gömul eru þau ekki ennþá farin að fatta að húðlitur tengist kynþætti. Og þau veit ekki hvað aldur er. Dóttsonur minn var 4 ára og svo átti ég afmæli og hann var svona upptekinn af þessum árum og bara, amma, hvað ertu gömul? Og ég sagði, 63 og hann bara, vá, ég er 4. Skilu, þau ráð ekki við þessu abstrakt hugsun, þannig að þegar kemur að kynferði, þá er annarkvort eða. Og stúlkur sem skynja sig freka sem drengi að það er bara fullkomlega frábært mál og sem betur fyrir er byrjað að tala um það og svo drengir sem skynja sig sem stúlkur og oftast höfum við erum ekki með mörg tilfelli í hjallastefnunni en svona okkar opinbera afstaða er svo að ef barnið kýs þá frekar að þá staðsetur það sig með hinu kyninu. Við erum í skólafötum, það er allt eins og við höfum haft góða reynslu af þessu. Ég er ekki að segja við höfum leyst öll mál fullkomlega. Ég man eftir einu dæmi sem að ég var ekki alveg nógu stolt af okkur en þar fyrir utan hefur okkur tekið þetta mjög farsælega. Einu tilvíkjum er að segja bara valdi barni sjálft.
og En það hefur þá ekki komið upp að barnið sko velji og vilji svo fara aftur yfir eða sé kannski svona eitthvað tvístígandi? Nei, á þessum aldri þá það annarkvort eða. Þetta með kvarðan og vera ekki viss og annars slíkt, það kemur síðar. Og þannig þetta líka í byrjun grunnskólans, en síðan byrjar að koma þessi hérna, þar þurfum að taka á umræðinni og átt okkur á því að heimurinn fjölbreytilegur. En við leggjum það líka svo mikla áherslu á það að inn í stúlknahópi allt sem gerist þar bara stúlknamenning og kvennamenning. Líka stelpurnar sem eru hraustar og svona svolítið það sem við segjum strákastelpur. Skrítið, ég meina, ég hafði miklu meira gaman að leikjum og hlutum sem voru kannski oftar strákamegin. Ég var bara svo heppin að vera í sveitinni þar sem að Gast gert það sem hún vildi. Gast gert það sem hún vildi en svo ef einhver hafði það orðið, ég vildi alltaf vera svo stuttklift af því ég svo hársár og einhver hafði orðið bara bara eins og strákur, ég var svo sár. Því ég var stelp og mér var aldrei dreymt neitt annað. Þannig að við þurfum líka að breikka hvað stúlkur mega og það sama með drengi. Ég meina, það eru líka drengir sem eru ekki ærslafullir, það eru yfirvegaðir, félagslega og hafa jafnvel meiri þessa svona sterkur hæfileikar með fínhreyfingar og annað. En það enginn að segja að þetta sé einhverju að þeir verði hommar. Það gengur ekki þannig, alls ekki. En þá mér alltaf þótt svo ósamgjarnt í blandaða kerfinu að þá segjum við stundum bara, hann náttúrulega meira með stelpunum. Hjá okkur öll hegðunin þeirra viðurkennd. Og sér eina sögu viðbútt. Endilega, það svo gaman. Drengjahópu sem ég var með og ég var svona eitthvað að spjalla við á bara eitthvað búin að fara að spá í hvað ykkur langar að gera þeir verið stóri sko og hérna gaurarnir mínir voru alveg fyrsti bara ég ætla að vera slökkviliðsstjóri eða eitthvað þess aftina öll hetju hlutverkin og einn af þeim mjög rólegur, vel ígrundandi og flottur drengur og allir vissu hvað hann var flottur og hann sagði ég svo góður í að stjórna mér og tala við aðra að ég held að ég verði bæjarstjóri. Allir horfðu á hann bara og svona nikkuðu og bara, góð hugmynd hjá það. Skilur við? Hann þurfti ekki að vera með stelpunum. Nei. Hann var viðurkenndur. Við verðum ekki að passa okkur sem samfélag. Boxin sem við erum að vinna með, þau eru svo þröng. En það einmitt kannski það sem ég held að fólk hafi verið svolítið einmitt hrætt við þegar var að vera að tala um þessa kynjaskiptingu og þrengja bóksin. En mér langar aðeins að fara út af því það ekki bara það að þið séu með kynjaskiptingu í hluta starfin ykkar og ef að segja kynjaglerugu sem þið notið í ykkar uppeldisaðferðum. En þá þið líka svona, ég myndi segja frjálslegri. Mér fannst mjög gaman að heimsækja skólan ykkar einhvern tímann og í svona frekar þröngu húsnæði. Það var skólinn í hérna Garðabæ upp á Vífilsstöðum. Og það var nú vegna þess að við í Mosfellsbæ það var mikil umræða þá að það væri mikið þrengsli í okkar skólahúsnæði sem sko Lágafellsskóli sem ég held að sé lengsti skóli á landinu með risastórum og breiðum göngum og svo sem hefðbundum kennslustofum, fullt af rými. En þá var svo gaman að koma til ykkar, auðvitað miklu minni skóli en minna húsnæði og frekar þröngi gangar og ég sá að það var svona teip á gólfinu og þau átt að standa svona, þú veist, þau var að bíða eftir að fann í kennslustofuna svona, þannig að það virtist vera mikil ægi. Nákvæmlega. En á sama tíma kom það svo inn í skólastofuna sem var nú kannski bara á stærð við stofu einhvers staðar í blokkaríbúð, þar sem að voru auðvitað þá færri börn og það kannski líka smá lúxus, en þau voru einmitt ekki bara með stóla og borð. Nei. Einhver lá út í gluggakistu með stærðfræðidæmi sinn og annar á gólfinu og eitthvað. Þannig að þetta hluti af stefnun ykkar. Þetta hluti af stefnunni. Það bæði ægin gríðarlega mikilvægur. Og ég segir stundum jákvæður ægi af því við Íslendingar höldum að ægi sé svo neikvæður. Það þessi gamla hugsun. En ég þekki börn. Ég á 40 ára sögu með börnum. Og þau þrá ekkert frekar en að ganga vel. Öll börn vilja að sér gangi vel nema við séum búin að eyðileggja að þau séu komin í tóman mótþóra. Þannig að þau viti nákvæmlega til hvers ætlast af þeim. Að þau viti nákvæmlega hvað þau eiga að gera til að ganga vel á þessum erfiðustu stundum sem til dæmis þegar margir eru að koma inn í einu. Og þá bara liggur það alveg tært fyrir eða þegar þau eru að fara eftir ganginum og þau alltaf gleyma maður sér að fer að hlaupa og það ekki gott að sé lína í miðjunni og örvar þannig þú vitir að þú lendir ekki árekstri.
og svo bara yfirfærist þetta yfir í stóra samfélagið, en leið frelsið innan þessa ramma. Já, akkurat. Og það líka bara það sem ég trúi á í lífinu, að frelsi og rammi þarf að ganga hönd í hönd. Já. Og inn í skólastofu, það rannsóknir sína að ef að kennari að leggja inn eitthvað námsefni og svo vera að mæla á eftir út frá líkamsstellingu, hvernig gekk. Já. Og það var náttúrulega alls konar aðstöður settar upp, en auðvitað kom í ljós að barn sem satt á einum stól við borð, það náði minnstu. Já. Þannig að stóllinn að mörgu leyti hættulegasta fyrirbæri sem við erum með og dregur mest úr námi barna. Hvernig hljóma þetta? Þetta hljóma svakalega, Magga Pála. En sko líka talandi það, ég var nú hérna með Tór Aspelund daginn og hérna ég var nú beðin að gefa okkur smá svona heilsu ráð. Já. Og þá náttúrulega komum við inn á það að stóllinn drepur, sko. Er það ekki? Það það sem við erum búin að sýna fram á fyrir eldra fólk, stóllinn drepur og ef að það það og vont fyrir okkur að við sitjum alltaf svona, akkur eru þá ætlast þess að börnin okkar sem hafa hvað mesta hreyfiþörf sitji endilega í þessari stellingu til að öðlast ná. Og þetta svo óeðlilega stelling fyrir þau, því ef þú bara fylgist með barni. Já. Og það alltaf besta þótt ég hafi klárað mínar gráður og það, en fyrst og fremst ég alltaf að horfa, ég svo observera börn og sérðu hvernig þau vilja yfirleitt ekki sitja. Þetta bara eðlislegt hjá þeim, það hreyfingin. Bara frá því að þú ert með unga barnið og hugsa tilbaka til drengjana þína. Það alltaf verið sko erfitt fyrir mig að fá mín börn til að sitja á meðan þau borða, ég hef verið svolítið hörð af því. Ég er með 13 og hann þarf ennþá stundum að standa upp og sparka bolta í miðjum aðhaldstíma. Þess að ég sjálf, ég reyndar svo lánsum, ég er með ADHD. Já. Ég var gaman að heyra þetta. Þú ert svo lánsum. Ég er svo lánsum. Frábært. Og ég er íðandi í stólunum, þú sér þetta alveg. Já. Ég get aldrei setið lengi. Nei, en þú hefur náð að nýta orkuna þína. Já. Setja í réttan farveg. Já, sko, ég vona og verið með náttúrulega dásamlegt samstarfsfólk sem að skilur að við erum ólík og fjölbreytt. Já. En þetta er gott. Þetta er gott afl, svona sem að drífur mann áfram. Já. En ég finn svo til með börnum, ég skil svo vel óþolið þeirra þar sem þú eiga að sitja, það er ekkert að gera sem að virkilega að fanga athyglin og áhugan, skilurðu? Já. En út á nefnir þetta, er þið með mörg börn með ADHD-greiningu í skólum Hjallastefnunar? Myndirðu telja að sú stefna virki betur fyrir börn með ADHD? Á margan hátt gerir hún það. Já. Því að við aðhyllumst að vera með þetta svona rósama umhverfi. Já. Við, sem sagt, hávaði haldið mjög í skefjum, það ekki mikill hávaði inn í okkar skólum. Það hefur mælst líka í Ég tók eftir því og ég man eftir að hafa komið inn á valfund þar sem að drengir sátatir í hring og svo bara sögðu hvað vildi gera og svo löppuður í burtu og það var alveg þögn. Ég hef aldrei komið inn í skólastöðu sem svo mikið þögn. Nei, en þetta tók 10 mínútur. Já. Og svo 10 mínútur seinna, þá var bara komið megafjör í gang. Já, akkurat. Þau kunna á ramman. Já. Þannig að, og við erum heldur ekki með mikil áreiti á veggjum og svona. Ekki nema að sé það bara eitthvað sem hefur tilgang. Já. Þannig að það er ekki sem miklu sjónáreiti og þessi hávaði sem algengur. Já. Það hjálpar rosalega upp á einbeitingu. Já. Og fyrir ADHD-krakka, já. Þá hjálpar það virkilega. Já. En svo athyglisbrestur að aukast. Já. Það er að byrja að koma upp núna að allur sko skjátíminn sem að, og allt þetta efni sem börn að horfa á, með þessum hröðu klippingum og blikkandi ljósum og sterku litum og allt gerist strax. Þú ítir bara á skjáinn og á snjallsímanum og eitthvað gerist og bara athyglisspannið að mælast styttra. Og þú heldur að það sé beinst samhengi þarna á milli? Já, ég bara samfærð það. Þetta nú efni í annan þátt. Vegna þess að ég trúi nú uppeldi. Já, einmitt. Þótt að við vitum og margt komið með, en þar á leiðandi, athyglisbrestur bara orðin, það fyrir að tala áunnin athyglisbrest. Já. Hvað finnst þér? Þetta ræðilegt. Heyrðu, en svona, ég verð nú eiginlega líka komin á það, því að þú ert, sko, ég hef kallað því skólafrumkvöðl, ég vona mér leifist að nota það orð. Já, það gleður hjarta mitt. Já, og mér finnst frumkvöðlar þeir eru svo mikilvægir fyrir okkar samfélag. Og það nú ekkit rosalega mörg dæmi það að við séum með einkarekna skóla. Þá tala ég hvort sem það er leikskóla eða grunnskóla. En þú ferð með Hjallastefnuna svolítið í þessa vegferð.
Já. Hvað myndirðu segja, sko, því ég hefði mjög gjarnan vilja sjá fleiri nýta sína þekkingu og sína krafta með því að geta farið í rekstur og út af því að þetta er svona svið sem að hefur verið dómirandi af þá sveitafélögum, kannski ríkjunu áður. Er eitthvað að í okkar kerfi hérna á Íslandi, af hverju sjáum við ekki fleiri nú við til dæmis bara Ísaksskóla, myndi það ekki vera elsta dæmið? Landakotsskóli er eldri. Landakotsskóli, já, rétt það. Og svo Ísaksskóli kom þar á eftir. En þetta það sem að mér finnst svo mikilvægt að það sé bara frelsi foreldra og barna til að velja og sumir skólar hendi og sumar aðferðafræðir hendi kannski sumir börnum mjög vel og svo viljum við kannski velja eitthvað annað í staðin fyrir að þú sért settur talandi bóksin í það bóks að vera í þessu hverfi og þurfa að fara í þennan skóla. Segðu mér aðeins svona frá bara örstuð þinni vegferð í því að fara að reka skóla. Já. Sem einstaklingur og þurfa að gera í kringu það fyrirtæki. Ég veist að þetta var bara mjög erfið ákvörðun. Ég er náttúrulega bara gömul vinstri kona. Einmitt, við höfum stundum komið inn á það. Já, og ég trúði að ég gæti gert breytingar innan opinbera kerfisins, að ég gæti komið fram með mínar hugmyndir, sko ef að bæði foreldrar og starfsfólkið og börnin, ef að bara allt væri í góðu lagi og væri sátt allt, að þá hefði ég faglegt frelsi og faglegt forræði. Ég bara rætt mig á það er ekki þannig. Og veistu hvað ég þrjósk, hvað ég barði höfðinu við steinin að reyna að breyta kerfinu innanfrá. Bara ég reyndi það í 20 ár, þá gafst ég upp. Það var líka vegna þess að þá sá ég að í Skandinavíu var farið að bjóða út leikskóla og grunnskólarekstur og ég hugsaði bara með mér er búið að líða nógu illa með sem sagt með skólaskrifstofur og pólitískar nefndir og ákvarðanir alltaf ofanfrá sem fór svo oft gegn frelsi mínu og ég er ekki að fara að skipta húsbændur. Nei. Ég er ekki núna að fara að fá eitthvað hagnaðardrifið fyrirtæki og fyrirgefur hrókan, strákafyrirtæki. Þú verður að bjóða mér í annan þátt til að tala stúlkur í skólum. Og kvíðastúlkna viltu lofa? Já, ég lofa því, algjörlega. Og kvíðastúlkna, það er mjög áhugavert. Já, mjög stórt mál. En sem sagt, fyrir konur, að kvennastörfin eru ennþá mjög valdsvift. Við vitum þetta. Þetta er svo áhugaverð punktur, Magga-Pála. Af hverju vinnur meiri hluti kvenna hjá hinu opinbera, en sem sagt ekki karlar. Kvennastörfin eru ennþá hjá hinu opinbera. Og fyrirgefðu, ég ætla að bæta við. Og af hverju horfum við upp á það að laun kvenna séu enn lægri? Og í nýlegri könnun það sem við sjáum að háskólamenntaðar konur eru kannski á pari við karlmenn með grunnmenntun. Er það ekki vegna þess að mikið af þessum störfum eru innan opinbera geirans? Þetta er innan opinbera geirans og við bara konur eigum að vinna og vera bara gladar með það sem við fáum og vera prúðar við okkar yfirvald náttúrulega. Einhvern veginn kallaði okkur vinnukonur kerfisins. Og það var hann morgaði marga, en ég er ekki þvert á móti, ég trúi hvorki opinbera kerfið né markaðskerfið. Ég trúi bara nema einhverju fegurð fyrir börn og fólk. Og þar alveg þetta held ég að við þurfum að hafa miklu fjölbreyttari leiðir. Ég bara trúi því. Og málið er bara þetta, að ef þú ert kennari og með foreldrahóp og starfsmannahóp og börn sem vilja taka þátt, þá er hægt að byrja með leikskóla. Að þá er búið að svona strömlínulaga þjónustusamninga sem ég er mjög stolt af, sem að bara útluta samskona fjármagni til sjálfstæðis starfandi leikskóla, af því að það er svona þjónustuskóla. Og bara sama fjármagnu hefði ella farið frá sveitarfélaginu. Og þar lendir sömu gjöld bara og eini munurinn er faglegt forræði og það er þá þarna þeir sem eru við stjórnmölin innan þess skóla, þeir taka ábyrgðina. Á grunnskólastiginu er það ekki þannig. Garðabær er eini aðilinn, eina sveitarfélagið sem hefur viljað leggja sama framlag til barnana sem velja barnaskóla hjallastefnunar eins og til sinna eigin skóla. Býtu, en nú eru þið líka með skóla í Reykjavík og Hafnarfirði, er það ekki? Við þurfum að taka skólagjöld þar, af því við fáum bara 75% af kostnaði og jafnvel þóttu við tökum skólagjöld sem vinnur svo gegn minni lífskoðun og trú á jafnræði að þá náttúrulega duga þau ekkert upp í þessi 25%. Þannig þessi skóla bara berjast í bökkum alla daga. Og ég hef verið þessi hrópandi í eyðimörkinu og óskaði eftir bæði hjá Reykjavíkurborg og hjá Hafnarfjarðarbæ að það sé samið samskona framlag. Þá
þannig að þetta frelsi sé fyrir hendi en ég vil hafa ramman skýran. Já. Þá ekki hver sem að reka skóla. Nei. Hjallastefnan ekki hagnaðardrifið fyrirtæki. Okay. Og það aldrei greiddur út arður. Og ég hef styrst meira í að sú skoðun rétt. Já. Okay. En konurnar sem eru að vinna störfin, ef getur verið aðeins betri launum en hjá henni opinbera, dásamlegt og skólahjallastefnunar, þeir bara ráða sér sjálfur. Já. Skólastjórnendur ráða sínum skólum. Þetta náttúrulega held ég svolítið lykilsetning því að ég stundum vorkenni skólastjóru mjög. Því að ég held að frelsi þeirra til þess raunverulega að stýra stofnunni sem ég sé mjög takmarkað. Það það. Það annarkvort að koma frá menntamálaráðuneytinu í gegnum aðalnámskráði eða eitthvað slíkt, frá sveitafélaginu í gegnum stefnu eða annað, eða frá kjarasamningi kennara sem segir algjörlega til það hvernig starfið á að vera. Já, og þegar ég var ung og róttæk, nú er ég gömul og róttæk, en þá á vinstri vængnum, þá hét þetta náttúrulega bara valdi til þeirra sem vinna verkin. Já. Og svo þegar ég stíga lokum þetta skref, eftir mjög svona mikla yfir vegun og líka til þess að tryggja að leikskólinir hérna fari ekki að fara til alls konar hagnaðardrifina fyrirtækja það sem á bara borga út einhver arðgreiðslur af gróða með börn og eitthvað í þá áttina, þá vissi ég vildi ekki þá leið. Nei. Og ég bara styrst í þeirri trú. En ég svo sammála þér, sérstaklega kvennastörfin, þau eru mjög ófrjáls ennþá og við þurfum að lyfta okkur upp fyrir hægri vinstri. Já, sammála. Enda sjáum við eins og þú nefndi Norðurlöndum, við sjáum þetta svo víða á Norðurlöndunum í þessu velferðarsamfélagi sem þekkt á Norðurlöndunum og við viljum búa í, að það virðist vera miklu meiri fjölbreytni í rekstrarformi þegar kemur að ýmissi grunnþjónustu, bæði skólum og heilbrigðiskerfinu líka. En það þarf að ígrunda hvernig þetta er gert. Rammin, ægin, börnin okkar bara sem kunna standa í röð, bara þú verður að vita hver rammin er. Svíar til dæmis fóru út í að opna mjög mikið fyrir einkarekna grunnskóla, og þeir bara gerðu það ekkert vel að mínu mati. Það vantaði þjónustusamningana inn í þetta. Það vantaði ákvæði að arður væri ekki greiddur út. Það vantaði reglur það hvað myndi gerast ef sjálfstæður aðili hætti rekstur, skilur. Það var ótrúlega óheppilegt. Okay. En við höfum þá reynslu þeirra sem við getum lært af. Auðvitað. Og ég er bara mjög stolt af því að hafa staðið þétt með Katrínu Jakobsdóttur að því að það færi inn í reglugerð grunnskóla að það veri ekki heimilt að greiða út arð úr grunnskólastarfi. Ég var bara mjög stolt að ég hafa staðið að því. En ég myndi heldur ekki skrifa, en ég vil heldur ekki skrifa undir það að frelsi skólastjóra skuli skert í ljósi miðstýringar. Einmitt. En mér finnst þetta mjög áhugaverður punktur. Ég hef nú oft tjáð mig það þegar við erum að tala jafnréttismálin og segi við þurfum að ræða jafnréttismálin, ítrekka það, jafnvel þó að við séum að standa okkur mjög vel á Íslandi í alþjóðlegum samanburði, þá jafnrétti ekki náð og við þurfum alltaf að vera á tánum. Og þessi niðurstaða úr tekjusögunni sem sýnir augljóslega að konur eru með lægri laun, það að stórum hluta vegna þess að við erum að tala ákveðna starfsstéttir sem konur sækja meiri í. Þetta nefnilega orðið þetta er ekki einstaklingsmunurinn, þetta eru kvennastéttir versus karlastéttir. En svo líka þetta, þess vegna er ég nú svo ánægð með þig, að þeir sem að mennta sig í þessum stéttum, að þeir hafi tækifæri til að vera frumkvölar, til að stíga þarna út og taka ákveðna áhættur og fá að blómstra, þannig að það sé umhverfi til fyrir það. Og það er fullt af fólki sem að myndi langa til þess, en það er gert. Það er varla kleift. Og þetta bara, kæru pólitíkusar, hægri, vinstri eða bara hvað, mér er bara slétt sama. Ég er skólamanneskja og ef að hjörtum brenna fyrir fjölbreytni í skólum og verið fjölbreytni fyrir börn og við þurfum ekki einn skóla fyrir öll. Akkurat. Þá þurfum við að fara alla leið og tryggja þetta með réttlæti fjárframlögum. Svo samanlegar. Allir skólar nema í Garðabæ, og það var bara Ásís Halla í Garðabæ og ég gamli kominn sem söndum þetta og báðar ég glaðar, trúlega af ólíkum ástæðum, skilur við. En allir aðrir sjálfstarfandi grunnskólar, þeir þurfa á skólagjöld, dugar samt ekki og svo eru þeir böggaðir fyrir að hleypa einhvern ríka fólkinu inn. Þetta er bara bull. Heyrðu, þessu þurfum við að breyta. Magga Pála, við gætum verið hérna náttúrulega miklu lengur, ég vissi það.
En að lokum þá langar mig að biðja að segja mér aðeins frá því nýjasta sem þú ert að gera, sem ég fann því ég fór nú að googla, út af því ég hafði ekki séð frá þér í svolítinn tíma og þá komst ég að því að þú ert ánum podcaststjarna og það með barnabarninu þínu. Já. Bara örstuð, segðu mér frá því. Hvað heitir podcastið? Það heitir Fjölskyldan EHF. Fjölskyldan EHF? Já. Það nú svolítið hægri sinnað markastrifið. Það má segja sem svo. Já. Ég hugsaði ætti þetta að vera Fjölskyldan SLF eða eitthvað þannig að það hefði ekki haft neitt slagkraft. Það sem ég að meina, þetta alvöru fyrirtæki. Þetta elsta fyrirtæki í mannkynssögunni. Þetta mikilvægasta fyrirtæki mannkynssögunar. Og það svo lífseigt og þrautseigt að meira segja þótt að þú farir og þurfa, eitt fyrirtæki fara á hausinn við byggjum upp annað. Við viljum vera í þessu samfélagi sem Fjölskyldan EHF og við erum bara að tala um allt það sem við kemur fjölskyldum og börnum og barnauppeldi og málið bara þetta, lítu á fjölskylduna þína og þetta svona enga hlutafélag með öðrum orðum, þetta eru allir sem eru í fjölskyldunum sem eiga þarna bréf og að vinna saman og það á ekki vera eitthvað miðstýrt afl sem stjórnar fjölskyldum. Einmitt. Bara takt þessu alvarlega og þetta var eins og allt annað, það sem hún leggur í hlutina, það uppskerðu. Þannig að taktu ábyrgð á þessu, það þarf að vera framkvæmdastjóri, það þarf að vera stjórnarformaður, það eru starfsmenn á plani, skiluru, og það þarf að finna út frá þessu öllu og það þarf að vera lýðræði og jafnrétti og þetta bara mjög stórt verkefni. Heyrðu, ég spennt að hlusta. Fjölskyldan EHF. Já. Magga Pála, kærar þakkir fyrir að vera hérna með mér. Mér finnst þetta virkilega áhugavert og ég vona að þeir sem voru að horfa og hlusta hafi upplifað það sama og ég og það alveg á hreinu að ég mun fá því aftur til mín og ræðum þá sérstaklega stúlkur og kvíða. Það líka risastórt mál. Hlakka til sömuleiðis. Við ykkur vil ég segja takk kærlega fyrir að fylgjast með okkur. Ég verð hér aftur að vikuliðinni, þá ætla ég að venda mínu kvæði í kross aftur. Þá kemur hann til mín Pétur Þorsteinn Óskarsson sem framkvæmdastjóri Íslandsstofu. Og við ætlum að ræða svona verkefni Íslandsstofu sem svona samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda og þar liggja svolítið svona okkar tækifæri, það að segja hvernig ætlum við að selja út íslenskt hugvit og hvernig ætlum við að auka útflutningstekjur okkar til framtíðar. Ég vonið fylgist með þá að vikuliðinni. Takk fyrir í dag.